Sæll Siggi og velkomin til okkar. Takk. Heyrðu, segðu mér frá landsmóti. Hvað er landsmót? Landsmót, það er viðburður þar sem að æskulýðsstörf kirkjunnar á landinu geta komið saman og haft góða helgi saman. Og er þetta mikið af krökkum sem eru að koma? Það er alveg heilmikið sko. Í fyrra voru við eitthvað 400 held ég. Ég er voða lélegur með tölur, ég veit ekki hvað, ég veit bara að það er rosa gaman. Og ég sé til þess að það sé ógeðslega gaman. Við erum byrjuð að skipuleggja núna alveg á fullu. Við ætlum að vera á Egilsstöðum. Fyrra voru við á Selfossi. Svona flökkuðu landið svo að allir geti, það þurfi ekki alltaf sami aðilinn að ferðast svo langt. Þannig að það er náttúrulega bara, hvað get ég sagt til meira, landsmót. Já. Og það er heilmikil stemning í aðdraganda, ég meina þið farið í rútu, það að fara í rútu hlýtur að vera skemmtilegt, er það ekki? Það finnst það sumum, Já. Mér finnst það ekki. Nei, ég segi svona, það er voða gaman. Já. Og ég er allavega farin að hlakka mikið til, sko. Ok. Það er alltaf, ég held bara að það sé svo ofboðslega mikilvægt að fara á svona viðburði. Ég held að bara, ég fór á landsmót bara þegar fyrst fór ég á landsmót 2004, þegar ég var í 9. bekk. Já. Og ég þorði ekki árið áður sko. Ok. Það var eitthvað ótti, ég þorði ekki, ég veit ekki hvað á ég að þora. Hvernig var það, af hverju var það svona ógnvekjandi? Ég bara, eitthvað krakkaði sem ég þekkt ekki og svo bara árið eftir þá var þetta æðislegt. Já. Ég bara, Þú ert bara enn á landsmóti? já, ég er bara fastur. Já. Það er verið að reyna að spasla mér út eitthvað, það gengur ekki. Já. En þú ert ekki bara einn, þetta er alveg heilmikill og flottur hópur í kringum þig. Hverjir er þetta sem er að koma með þér sem leiðtogar eða stuðningsaðstoðarfólk? Hvernig skiptist þetta niður? Já, við náttúrulega, það er nefndin sem er að byrja að funda núna og erum að skipuleggja hvernig við ætlum að hafa dagskrána, hvað er þetta að hafa í boði, hvað var í matinn og eitthvað svona. Og svo, svo kemur stór hópur af sjálfboðaliðum, af krökkum sem eru búnir að vera sjálfa á landsmóti og finnst svo gaman að þurfa einhvern veginn að fá að vera með, þannig að við búum til svona sjálfboðaliða stöður fyrir þær einhvern veginn og ótrúlega flotti krakkar sem hafa verið að koma þar. Hvað er þetta cirka stór hópur? Þessu sem er að vinna að landsmóti, þegar allir eru taldir með? Já, þessi 10-12 manna nefnd og 20 sjálfboðaliða hópurinn. Svo náttúrulega koma leiðtogar með sínum hóp og náttúrulega... Svona 40-50 manns? Já, allavega svona 40 manns sem er að skipa, svona, já, kannski. Já. Ég veit ekki, ég er bara að taka þessar tölur eitthvað staðar. Já, nei, bara tölur hvernig þið líður með það er mjög... Það er fullt af fólki og ótrúlega margar hendur sem að vinna rosalega stórt verk. Þetta er ekkert... En hvernig hefur svo dagskráin verið ef við horfum til dæmis á landsmóti í fyrra? Nú eru þið væntanlega að búa til dagskrána þannig hún er ekki komin. Nei. En ef við horfum á svona sem dæmi hvernig dagskráin var í fyrra, getur þú sagt mér að svona hvernig þetta fer fram? Já, við mætum á föstudeginum og þá koma sér allir náttúrulega bara fyrir og svo borðum við saman og svo er kvöldvaka náttúrulega alltaf á kvöldin og mótsetning. Agnes kom í fyrra og nei, hún kom ekki í fyrra. Ég er að ljúga þér. Hún sendi myndband. En hún kemur stundum. Okay. Já, og svo sem sagt á laugardegi, mótið er aðalega laugardagurinn sko. Það er náttúrulega þá borðum við mat og ég get Já. svo er eitthvað smá fræðsla. Svo borðum við hádegismat og þá Þú ert að tala um hérna kvöldvökur. Kvöldvökur. Hvað eru kvöldvökur? Hvað gerir maður á kvöldvöku? Já, það er bara rosa misjafnt. Við förum í einhverja leiki eða einhverja svona hóppartíleiki einhverja sko. Já. Dansað og sungið og trallað og já. Og eru menn alveg langt fram á nótt eða fara menn einhvern tímann að sofa eða? Nei, það þýðir ekki þá svo. Nei, við förum alltaf bara á
síðasta tíma að sofa bara. Já. Og eru menn þá allir saman eða eins og segir, fara menn í sitt hvora kjarna, eru mismunandi leiðtogar með mismunandi dagskrá á kvöldvökunni hjá sér eða hvernig virkar þetta? Við erum öll saman allir sem eru á mótinu koma á kvöldvöku okay. og það er sungið og Já. Og eitthvað skemmtiatriði og eitthvað svona bara. Okay. Svo náttúrulega hæfileikakeppnin á laugardaginu okay. og þá krakkar að spreyta sig og sína hvað þeim býr sko. Já. Það hefur alltaf verið rosa gaman. Það ekki. Hvernig eru þessi atriði sem koma? Eru fjölbreytt? Þetta verður oft mikill söngur. Já. Mér langar rosalega að sjá eitthvað annað. Okay. Mér langar rosalega að sjá eitthvað frumlegt. Hvað væri flottasta hæfileika atriði sem þú gæti ímyndað? Ég myndi vilja sjá loftfimleika atriði. Já. Það væri náttúrulega draumur. Okay. En bara, þú veist, sýnið eitthvað frumlegt. Sko, gangið augun á mér. Já, ef þú hugsar alveg til 2004 og til dagsins í dag. Já. Hvað er eftirminnilegasta hæfileika atriði sem þú manst eftir? Já, veistu, ég hef búinn að sjá svo marga syngja Halleluja, sko, með honum, hvað heitir hann? Cohen? Já, er það ekki hann? Leonard Cohen. Leonard Cohen gerði einu sinni Halleluja. Já, ég hef búinn að sjá rosalega marga stelpur syngja það. Okay. Svo Hver sló í gegn? Hver hefur slegið virkilega í gegn? Ég? Þú? Ég er alltaf stjarnan. Að sjálfsögðu. Ég þarf alltaf að skína skæst. Auðvitað. Hver er galdurinn á bak við Sigga sæta? Það er svo gaman, sko. Já. Það held ég að sé mikilvægast, að njóta þess. Að njóta líðandi stundar bara. Já. Ég held bara að það ég er að reyna að finna einhver orð á það sem ég er að hugsa, sko. Það er Pælum í öðru. Já. Það er sem sagt, þeir eru með dagskrárna þess að við erum búin að tala um kvöldvökurnar. Síðan erum við með ball. Já. Hvernig þessi böll, hvað er að gerast? Það er hæfileikakeppnin á undan, er það ekki? Jú. Og sem síðan þróast út í ball. En svo er kvöldvaka síðan, sko. Hæfileikakeppnin fyrr daginn, okay. Það hefur verið allavega. Svo er kvöldvaka sem að þróast yfir í ball svona svolítið. Okay. En svo náttúrulega erum við alltaf að ákveða hvernig er best að gera hlutina, sko. Þannig að við erum ekki búin að negla það niður neitt, hvernig við viljum að þetta verður fram. En það er náttúrulega, í fyrra kom hnetusmjör, herrahnetusmjör, já. Og sáum ballið. Já, og svo var eitthvað spegill með honum. Ok. Og þetta er eitthvað sem krakkarnir fíla? Mér skilst það, sko. Ég er svo mikið diskódrottning, sko. Ég myndi frekar bara vilja Gloria Gaynor og eitthvað. Ok. Já. En ég, sem betur er ekki að stjórna því. En það er ekki komin einar upplýsingar ennþá hverju verða núna á landsmóti? Nei, við eigum eftir að ákveða það. Þannig að við fáum kannski að draga þið aftur hingað til Kaupmannahafnar. Aftur. Ég hélt ég værum í Noregi. Hvað? Við fáum kannski að draga þið aftur hingað í stúdíóið til þess að spyrja þið hverjir ætla að spila og vera með skemmtilega þegar þetta liggur betur fyrir. Ég verð allavega á staðnum. Já. En þeir eru líka með þema. Já, núna verður það leikir og bara hvernig er þetta bara lifað og leikið. Búinn að reyna allt sem á. Og meinar, bara verður geðið. Leikir er náttúrulega verkfæri líka eins og til að rjúfa félagslega einangrun og mikilvægt að gera sér grein fyrir mikilvægi leikja. Þið eru að fara að tala um það við krakkarna og það að skilja ekki út undan og alla þessa þætti sem snúa því að taka þátt í leik. Og leika saman. Við erum að leika við hvort annað og við erum alltaf bara
Ég held að sé rosalega mikilvægt bara að það hægt að leika sér öðruvísi en hérna í apparatinu þessu. Ég held að það sé svo mikilvægt að hitta fólk og horfa í augun á því og læra það að leika við það. Nei, já, þú ert svona, ég er svona. Þetta er kannski eins konar leikja námskeið. Já, að þessu leyti sko. Og hvar finnið þið svona upplýsingar þessa leiki? Eruð þið með vinnubók, lista yfir leiki sem gott að fara í? Hvaðan koma þessi leikir sem þið að fara að leika? Við erum ekki búin að ákveða, við erum eftir að finna einhverja góða leiki til að fara í sko. Hvað er þinn uppáhaldsleikur? Uppáhaldsleikurinn minn? Já, Einakróna. Einakróna. Ég elska að fara í Einakróna. Já. Mér finnst skemmtilega. Fyrir þá sem að nú, ef einhver að horfa þig núna og bara hefur ekki hugmynd hvað það tala hvernig leikum maður Einakrónu? Já, það er eitt sem að hann sko, hann grúir svona á ljósastöðurinn. Það verður að vera ljósastöður, annars gengur það ekki, nei. Og hann, sko, við þurfum fyrst að ákveða, sko, þá þarf að gera á bakið með puttunum, sko. Hægt, hratt. Og svo vel ég með einum putta. Og þá velur hann hægt. Nei, hratt. Nei, hægt. Nei, hratt. Já, hratt. Og til hann hratt. Upp á 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hann telur upp á 60. Og það þarf að vera ritual í kringum þetta, sko. Okay. Svo, sem sagt, sko, fara allir og fela sig. Ég tel rosalega hratt og hátt upp á 60, 1, 2, 3, 4, 5. Svo kemur, af því að ég byrja að leita náttúrulega. Einakróna fyrir, tónabóða 1 og 3. Og ég þarf að hlaupa að stöðurnum, skilur, þú þarf að vera undan mér. Þannig að þú kallar upp átt, þú finnur mig og hleypur síðan á stað og ég á að reyna að ná... Ég þarf að hlaupa fyrst við þurfum að keppast að því að komast að stöðurnum. Já, þannig að þú Þú reynir að Einakróna fyrir mér 1, 2 og 3, en ég reyna Einakróna fyrir þér 1. Ok, þannig að þá nærð þú mér, að fangar mig ef þú nærð að fara á undan. Já, ég bara vann. Þú vannst þú. Og þetta gera nokkur sinnum eins og eru margir að taka þátt í leiknum. Já, nákvæmlega. Ég skil þig. Hefurðu unnið í Einakrónu? Nei, ég er svo lengi hlaup. Nei. En það er bara að vera með. Það er bara að vera með. Það er gaman. Það er svo gaman. Svo ég get að kella það.